hvort það sé hægri bylgja. Ég veit ekki hvort það sé hægri bylgja, ég veit ekki þessu hvernig miðflokkurinn skilgreinir sig í dag. Var ekki einhver að tala að hann væri á miðjunum daginn og svo hann einhvers staðar annars staðar. Hann skynsemishyggjan. Ég veit það ekki. Ég held það sem maður hefur alltaf mestar áhyggjur af, það margt frábært á Íslandi, það gott að búa á Íslandi og við erum framúrskarandi á svo marga vegu, við eigum að vera stolt af því. Það sem mann alltaf mest umhugað bara þessi samheldni sem okkur hefur í gegnum tíðina einhvern veginn, bara tekist að venda. Og þetta engin klisjatóti. Ég bjó í Bandaríkjunum, ég búi víða annars staðar, þar sem einhvern veginn bara fólk lappar fram í einhverjum öðrum og sama, skilur. Þetta snýst ekki einhvern veginn að einhvern veginn ætla að bjarga öllum eða að það þurfi allt einhvern veginn að vera heilagt. En það sem gott við íslenskt samfélag og hefur verið gott við íslenskt samfélag svona tiltölulega jafnt aðgengi, við höfum getað séð hvort annað í hvort öðru og við höfum átt eitthvað sameiginlegt. Og það kannski það sem maður hefur verið að tappa inn á þegar maður talar auðmýkt og virðingu og maður reynir að skilja hvaðan fólk kemur í staðinn fyrir að ýta fólk út í horn. Og ég með svona viðkvæman blett þegar fólk spilar á þetta. Ég með viðkvæman blett þegar fólk spilar á þetta. Þegar það ýfir upp eitthvað, það sem við erum mögulega ekki svo ósammála í staðinn fyrir að reyna að ýta fólki saman. Og þú veist alveg hvað ég að tala og mér finnst þetta bara að vera ábyrgðaratriði. Þetta ekki ég að dæmi að segja fólki að megi ekki segja eitthvað, ég bara segja, ég held innstinni, þá séu flesti sammála það að það að vera í stöðum átökum sín á milli ekki eftirsóknarvert. Við eigum að skapa rými sem getur borið virði fyrir annar manns skoðunum. Ég hef haft líka áhyggjur af ef fólk ætlar að tala einhverja hægri bylgju. Já, ég hef verið skynsöm í útlendingamálum. Ég átta mig alveg á því hvað sjálfbært, það eru mörk. Við þurfum að passa upp á hvernig við drífum áfram kerfið okkar. Við getum ekki hort á erlenda aðila sem kom hér til að vinna sem bara einhver tæki. Þetta fólk sem með þarfir. Við viljum helst að það verði bara, almennilegi partur af okkar samfélagi vegna þess að það bara betra fyrir okkur öll. En ég hef enga samúð fyrir orðræðu sem að skapar óöryggi hjá einstaklingum sem búa hérna, Ég vil bara ekki búa í samfélagi þar sem að fólki líður illa og sama hvort þú fæddist hérna ekki, þá átti ekki vera hræddur það að vera hreitt í þig eða komið illa fram við þig og það þú lítir eitthvað öðruvísi út en ég eða tala með einhvern hreim. Þú getur gagnrýnt kerfi, þú getur gagnrýnt stjórnvöld fyrir að missa stjórn, taka ekki á glæpum á landamærum, taka ekki á því að við séum að keyra einhverja láglauna atvinnugreinar, en láttu fólkið í friði. Það það sem fer í taugarnar á mér og ég mun passa upp á það.